Ingibergur Jónsson, Akranesi, sæll vertu. Sæl. Ég var að kíkja á plakati, var þetta stóðhestana eins og í sumar og svona. Þú hefur svolítið fylgst með því hérna á Vesturlandi stóðhesta haldi og annað. Þið voru með hvað marga hesta í sumar? Við vorum með 12 hesta í sumar. Já. Það voru 4 á Fellsöxl, 3 vestur í Hömluholti og 2 upp í Hjarðarholti, Já. 1 á hús á Skáney og 1 á hús í Skipanesi. Já. Eða komið. Já. Og hérna. Þetta voru 12 hestar og Ég held ég að við tala alltaf. Já. Og vinsælastir í sumar voru þeir hérna. Það var Eldur, hann var náttúrulega langvinsælustur. Ég held að hann pantaðist upp bara á öðrum degi sem að var fullbókað undir hann. Já. Svo kom Kvistur næstun, en það var svona meira tínast undir hann, þann hest. En þeir fóru í sömu tölu, þeir voru með 35 merar. Já. Hvor. Og fylgið þau bara vel, er það ekki? Það má alltaf vera betra en þetta var ágætt svo sem, en svo hjá Eld, það voru 7 sem ekki fengu. Já. 10 fengu ekki hjá Kvist, en 3 fóru til hans aftur. Já. Þannig að það eru hugsanlega fengnar. Já. Þannig að það er ágætis útkoma held ég, Já. á svona mörgum merum. Já. Og þú ert hérna búin að vera temja lengi hérna á Skaganum og þessu svæði. Og hvernig er hérna stemningin hérna? Hún er bara góð. Já. Þetta er alltaf að aukast líka þessi hauststemning hérna. Já. Það er ekki aleitt núna eins og maður var hérna áður fyrr. Nei. Að temja á haustin, því þetta er náttúrulega albesti tími til að vera að taka þessi trippi. Já. Það er þessi haustmánuður, Já. september, óttúber, nóvember. Já. Og það hefur verið hérna ræktunin hérna á í þessum fjórðungi hefur verið tekið alveg gríðarlegum svona stakkarskiptum núna undanfarin ár, er ekki sammála því? Jú, þetta er gríðarleg breyting, maður sér það bara eins og þannig að þessar viðurkenningar sem við veitt hjá Hrossaræktarsambandinu undanfarin ár. Já. Ég hef nú verið að útfylla þessi í sambandi við að láta gera plattana sem við veitum. Já. Og alltaf verið að hækka þar enganirnar og alltaf verið fleiri hross sem eru með háar enganir. Já. Þannig að maður sér þetta bara, það er gríðarleg framför hérna. Já. Og fleiri bú sem eru að fá viðurkenningu sem hrossabú eða tilnefnd? Já, með mörg. Sko þetta var svona fyrst, þá var kannski 1 og 1 sem var að fara í fyrstu völun. Já. Nú eru bara kannski 5 sem eru tínt til og í röð og öll í fyrstu völun. Já. Og svo þessi bú náttúrulega er gríðarleg framför. Já. Og eins hérna á Akranesi bara, Já. mikið rækta hérna. Já. Góð ræktun. Já. Þú hefur verið að sýna hross svolítinn tíma. Já, svona Einstaka sinnum. Einstaka sinnum gegnum árin, það hefur svona verið svolítið kaflaskipt en Já. maður er svona aðeins tekið þátt í. Já. Og þú veist að segja mér að það er svona aðeins breyst áherslurnar eða svona frá því að Þorkell var og var að dæma? Já, sko. Náttúrulega fyrst þegar maður fór að sýna þetta þá var náttúrulega bara einhver staðar hérna á Víðavangi. Jafnvel járnalust, man ég eftir og sýndum einu sinni mér í. Fór í ágætistóm. Já. En mati var kannski svolítið öðru sig á Þorkeli heldur en er kannski í dag. Hann kannski tók þetta hjá hrossunum þegar hann sá hvað þau gátu. Já. Kannski stuttan spotta. Já. Já, hann lagði kannski öðru sig áherslur á þessa dóma því að hann tók kannski svona meira þessa augnabliks eða stuttur spotta kannski, maður þurfti ekki að hanga á ganginum alveg hreinum út alla brautina. Nei. Hann svona meira kannski matrossið heldur en gertir í dag. Já. Nú þurfa náttúrulega menn bara að vera þræðþjálfaðir sýningamenn til þess að sýna þetta sem er svo sem ágætt, það er ekki það. Já. Þetta er náttúrulega framför. Já. Nú var til dæmis erindi líka á landsþingi þar sem það var, svo ég fara nú úr einu í annað, var verið að tala svona hestamönskunu í dag og miklu til þessi þessi uppsveifla sem var og að við þurftum að fara aftur eitthvað í átt til fortíðar. Hvað segir þú um það? Ég veit það ekki. Það er ekki framförin alltaf góð. Já. Ég held að við erum náttúrulega alltaf að stefna fram á við og náttúrulega bæta. Allt sem hægt er að bæta, það er náttúrulega búið að bæta svo margt í þessu, það er bæði tamningin,
það er uppeldi Já. og náttúrulega ræktun, gríðarlega góð og mikið frambúð og góðum hestum Já. og mér. Já. Og hérna, finnst þér eins og bara hérna á Akranesi, finnst þér vera að fjölga iðkendum eða fækka? Sko, okkur vantar kannski meira þessu hérna, svona keppnisfólki hérna. Svona, það virðist ekki vera að koma mikið upp af svona keppnisknöpum. Nei. En það er mikil iðkun hérna í ræktun. Já. Og útreiðum eða? Já. Það mætti bæta hérna náttúrulega gríðarlega útreiða leiðir. Já. Við höfum náttúrulega bara eina göttunshús á staðan sem Já. við förum fram og tilbaka. Já, allavega. En það er eitt kostur við það, við höfum ljós. Já. Mikill munur á veturnar. Já. Það var það. En hérna, þá er ræktunum svo næsta sumar, er búið að ákveða hvað stóðust að verða notaðir hérna á Vesturlandi? Já, það er svona, það er búið að undirstinga marga hesta sko en þetta er náttúrulega eins og gengur og gerist, við borgar sér ekki að vera svona kannski alveg og snemmi að upplýsa það. Nei, það er líka margar stjórnir sem hefur glettir að... Já, þá bæði eftir að náttúrulega ganga frá samningum og ganga frá hérna verðum og annað í sambandi við þetta eins og vill gerast, þetta dregst eitthvað en við höfum alltaf reynt að vera sko snemma með ákveðið að hvaða hestar eru og hvaða verðir á þeim. Já. Þannig að það sé alltaf á hreinu. Já. Og þetta er í rauninni, sko, það eru örugglega ekki mörg hrossaræktarsambönd á landinu sem að bjóða upp á svona óbúslegt úrval af hestum eins og þið. Þetta er svolítið að deyja út eða ekki, þetta er að færa svolítið í einstaka menn, þannig að það er ekki oft svona sem að hrossaræktarsamband heldur utan þetta stóran flota af hestum. Þó að auðvitað séu einstaklingar sem hugsa þá. Já, þetta hefur gengið bara vel hjá okkur hérna. Við erum náttúrulega með mjög röskan formann. Já. Gísla Guðmundsson, Gamlholti. Já. Og svo náttúrulega undan honum, það voru mjög góðir menn. Já. Ég man nú ekki hvað ég er búinn að lengi stjórn, ég held frá því fyrir aldamót eitthvað. Nokkur ár svona. Já, þetta hefur alltaf verið svona samhentur hópur. Já. Gott að vinna með þessu fólki það. Já. Þó að við svona, ég held að sé nánast Gísli Reyni held ég frá því ég byrjaði sem er þarna í stjórn. Já. En þetta hefur skilað sig greinilega því að, eins og segir, ég held að það geta allir verið sammála um það að það sé stórfelldar breytingar og bæting á ræktunina. Já, það skilað sig svo. Náttúrulega eru margir aðrir sem eru að halda hesta hérna, það er ekki það. Já. Nóg stóðhestum. Nóg stóðhestum til. Já. Heyrðu, kæra þakki fyrir spjallið, Ingibergur. Ég ætla ekki að trufla þig lengur við tafningarnar. Þakka þér.